kvöldið og velkomnar í hormónajóga. Aðeins að skoða hérna hvort að tæknimáli sé ekki örugglega í lagi. Hvað séð þú tæknikona? Allt í sama? Ok, heyrðu, þá ætla ég bara að byrja á að bjóða ykkur velkomnar. Ég veit að við erum bara konur hér í kvöld. Bjóða ykkur velkomnar í hormónajóga í boði Heilsuhússins. Ég ætla að byrja á því að sitja og ég hvet ykkur til að gera líka. Þau eru ekki frekar að vera með þínu, þið bara, en það er gott fyrir ykkur að hafa eitthvað til að sitja á. Ég er hérna staðsett í Ljósheimum í Borgartúni 3 og þar er svo mikið af fínum græjum. Þannig ég nota svona kork og ég nota teppi sem ég bara brýt saman, en þið getur nota bara hvað sem er, bara púða þess vegna. En það er gott fyrir við setjumst niður, við viljum bara byrja við að sitja og við byrja við að tala. Það er gott að vera með hátt undir rassinn, þannig að mjaðmirnar séu hærri heldur en hér. Og svo leyfum hnjánum bara að detta út í hérna. Ef ykkur finnst vont að sitja með krosslaða fætur, þá getið þið líka setið hérna á hælunum. Og ef ykkur finnst það vont, þá getið þið tekið kotta eða teppi og sett hérna undir. Svona fáum við mjög fínt bak. Og ef þið vilja hækka ykkur enn meira, þá getið þið tekið annan kotta eða kork eða eitthvað og sett hérna undir það og hækka ykkur enn meira. Þið getið líka setið í stól. Finnið bara út hvað það er sem er, hvernig ykkur finnst þægilegt að sitja. Það er voðalega leiðilegt að sitja og hlusta á eitthvað og alltaf reyna að einbeita sér og vera allan tíman með einhverja verki. Þannig að finnið hvernig ykkur finnst best að sitja. Ég ætla að byrja að sitja með krosslaða fætur. Og áður en ég byrja að kynna mig og segja ykkur frá hormónajóga, þá langar við til þess að við setjumst alla niður, komum okkur vel fyrir. Og aðeins gefum okkur smá stund til að senda kærleiksríkar hugsanir til Úkraínu. Þetta ástand er skelfilegt og byrjum þar. Lokum bara augunum. Sendum fallega hugsanir. Það getum við gert. Svo ætlum við að setja athyglinna svolítið hérna á kviðinn. Og meðan ég tala, þá ætlum ég að byrja ykkur að setja hendurna hérna á kviðinn, hafa þumlana hérna saman í naflanum og fingurna hérna, þannig að vísifingurinn snertist hérna, slökum bara alveg á öxlunum. Og við ætlum að anda ofan í kviðinn. Við ætlum að anda djúpa innöndun og langa fráöndun. Anda frá í gegnum nef eða munn, við öndum að í gegnum nef og frá í gegnum nef eða munn. Byrjum bara á að einbeita okkur að önduninni. Gott að telja upp á 4 þegar við öndum að og 4 eða meira þegar við öndum frá. Fyndu bara þinn takt. Byrja tíman og byrja stundina að anda bara frá með munnunum, bara jafnvel með andvarpi. Finndu kviðinn rísa og hníga undir lófanum. Andaðu ofan í kviðinn. Og meðan að þið andið ofan í kviðinn, þá ætla ég að tala svolítið. Ég ætla, eins og ég sagði það, verið velkomnar í hormónajóga. Ég heitir Rakel Bjarkisdóttir Björnsdóttir, ég er hormónajóga kennari og ég kenni líka Qigong. Og ég ætla að segja ykkur aðeins hvað er hormónajóga. Nú eru þið konur á breytingaskeiði
Hormónajóga kjörið fyrir konur á breytingaskeiði en það ekki eingöngu fyrir þær. Þetta fyrir allar konur sem eru með ójafnvægi á hormónastarfsemi. Það sem hormónajóga gerir það örvar og endurvekur hormónastarfsemi líkamans á náttúrulegan hátt. Þetta ákveðið, ég þarf að tala um þau höndunum, þannig ég ætla að sleppa höndunum, þið ráðið hvort þið haldið eða bara setja hendun ekkert. En hafið þið athyglinna ákveðinum og andið ofan í kviðinn. Þetta ákveðin æfingaröð sem tekur innan við 35 mínútur að gera. Hún byggist upp á 7 uppbytunaræfingum og við ætlum að gera þær á eftir. Síðan taka við 14 hormónajógaæfingar og þetta sem sagt öll æfingaröðin. Þetta ein æfingaröð og við gerum hana alltaf eins. Það sem við erum að gera í hormónajóga að við erum að reyna að breyta ákveðnu ástandi. Við erum að reyna að breyta því ástandi sem skapast vegna þess að hormónabúskapurinn er dregið úr framleiðslu hormóna. Við erum komnar inn í tíðahvörf og þá dregst að minnkar magn estrógens og prógesteróns og það þessi minnkun á estrógeni og prógesteróni sem veldur þessum einkennum. Við erum bara með ákveðin fjölda eggja og þegar við erum komnar á þennan aldur þá eru þau bara farin, því verður ekki breytt. En við getum breytt þessu ástandi að estrógeni fari svona langt niður. Þess vegna er best að byrja að gera hormónajóga í kringum 35 ára aldri. Þá fara þessi einkenni oft fyrst að gera vart við sig, en það oft ekki fyrir við erum kannski komin í kringum 50, þegar þetta virkilega fara að vera vandamál, að þá ætlum við að bregðast við. Og þá eru bara tækin svo fá. Og þá svo auðveldasta leiðin að fara og taka hormóna. Ég ætla bara að taka það strax fram að ég ekki á móti hormónum. Það ekki þannig. Ég hins vegar fyrir mig kýsa að gera þetta á náttúrulega háttinn, allavega að reyna það og sjá hversu langt ég kemst með það. Það eiginlega hægt að skipta hormónajóga, hægt að skipta breytingarskeið kvenna í 3 hluta. Það sko í fyrsta lagi þær sem að fá bara rosalega mikil einkenni. Þær eru bara undirlagðar, einkennin eru mikil og hefur virkilega truflandi áhrif á þeirra líf. Þessar konur þurfa oft að taka hormónalyf. Svo er bara spurning hversu lengi ætlar að gera það. Ætlar að taka hormónalyf alla ævi. Eða eins og mælt með taka þau í 5 ár og síðan að hætta. En það er bara svolítið erfitt að hætta. Síðan er hópur 2. Það eru konur sem að finna fyrir einkenni. Þetta mikið breytingaskeið í okkar lífi. Það eru mikla breytingar í gangi. Börnin eru orðin stór, þau eru að fara heiman. Og við allt í einu sitjum uppi með einhvern kall eða maka sem við vorum búin að gleyma skotnar í honum í fyrsta lagi og það þarf að fara að huga því sambandi ef að það samband á að ganga. Það er bara rosalega margt sem að gerast í okkar lífi. Og síðan koma þessi einkenni ofan á það og við erum bara ekki að höndla þetta. Og sérstaklega ekki þegar við ekki vitum að þessi einkenni sem við erum að finna fyrir eru einkenni breytingaskeiðsins eða geta verið það. Og síðan það 3. hópurinn og það eru konur sem bara finna ekkert fyrir þessu. Það eru konur sem finna bara akkurat ekkert fyrir þessu. Þetta konur sem erfðafræðilega betur settar eða þetta konur sem stunda heilbrigt líferni? Það spurning, en það sem betur fer mikla rannsóknir í gangi núna varðandi breytingaskeið. Það hefur ekki verið, þetta hefur verið kannski svolítið tabú, lítið við að tala. En sem betur fer þetta alltaf breytast. En það sem ég að segja ykkur í dag og kynna fyrir ykkur þessi náttúrulega leið sem heitir hormónajóga. Þetta meðferðarform. Við erum að breyta ákveðnu ástandi og það gerir maður ekki svona og ekki með því að taka töflu og þetta ekki einskiptis. Þetta tekur tíma. Þetta krefst þolgæðis og tekur tíma. Þetta meðferðarform. Þetta æfingarform sem tekur 35 mínútur að gera, innan við 35 mínútur og við ætlum að gera þetta næstum daglega. Við ætlum að gera þetta allavega 4 sinnum í viku í 4 til 6 mánuði til að breyta ástandinu. Þegar við erum komnar
svona fram yfir tíðarkörfin og þá er svona kannski bara svolítið á brattan að sækja að breyta þessu ástandi. Þess að hvetja konur til að koma á snömmbreytingaskeiðinu, á snömmbúnu breytingaskeið, byrja að tileinka sér æfingarnar og vera komnar með tækin í hendurnar og skauta sér bara léttilega í gegnum þetta skeið. En hormónajóga, það virkar á mismunandi sviðum. Það virkar á líkamlega sviðum. Þetta er heildrænt jóga. Þar sem við erum að vinna með líkamann. Við erum að styrkja beinin, við erum að auka liðleikann, við erum að vinna þar á líkamlega sviðum. Við erum að vinna á lífeðlisfræðilega sviðinu. Við erum að vinna með hormónastarfsemina og við erum að vinna með þessi einkenni sem að koma í kjölfar breytingaskeiðsins. Við erum líka að vinna á orkusviðinu. Við erum í orku líkamannum allan tíman á meðan við gerum hormónajóga. Það er það sem að gerir hormónajóga einstakt að mörgu leyti, en það er líka fleira sem ég segi ykkur frá eftir. Og við erum líka að vinna á andlega sviðinu. Að þegar við förum að tileinka okkur æfingarnar, þá dregur úr þunglyndi og depurð. Fyrsta sem við reyndar finnum fyrir þegar við förum að tileinka okkur æfingarnar, það er bættur svefn. Við sem erum á breytingaskeiðinu könnumst vel við það að eiga við svefnvandamál. Fyrsta sem við finnum fyrir er bættur svefn og það gerist mjög hratt. Það gerist bara eftir nokkra daga. Annað sem við finnum fyrir mjög fljótlega, það eru stingir hérna í kveðinu. Stingir í eggjastokkunum, vegna þess að við erum allt í einu farin að fíra upp í einhverju sem er bara hefur ekkert verið virt. Og við erum að fíra upp í því. Þetta er svona það fyrsta sem við finnum fyrir. Og svo með tímanum förum við að finna fyrir meiri léttleika, alls kyns einkenni hjá mér. Helsta einkenni sem ég fann fyrir tengslum við breytingaskeið var höfuðverkur. Ég hafði aldrei verið mikið með höfuðverk og svo allt í einu fór ég að fá höfuðverk bara öðru megin. Og ég fór strax að hafa áhyggjur af þessu. Eitt sem ég ætla að segja ykkur stelpur að þið erum að sitja svolítið að ef þið verið þreyttar þá skulle ekki líka við að bara hreyfa ykkur. Skiptum stöðu og hafa þetta bara höfðulega. Það var þessi höfuðverkur hjá mér. Að ég fór til heimilislæknisins míns og hann sendi mig í alls kyns skanna og myndatökur og það kom ekkert út úr þessu. En ég var samt alltaf með þessar áhyggjur fyrir ég var bara vissum að ég væri komið heilaæxli og væri líklegast bara deyjandi eða maður fer strax að ímynda sér alls konar. Þegar maður reynir svona skrýtna verki og eitthvað sem er alveg nýtt að þá fer maður bara ósannlega í þennan gír og það er bara eðlilegt. Þegar ég kynnist hormónajóga, það var árið 2018. Þá fer ég til Þýskalands og hitti þar Dínu Rodríguez sem er höfundur hormónajóga. Hún er brasilísk, 94 ára, er enn að. Og hún var að kenna í Þýskalandi og ég fór og hitt hana þar. Og í framhaldi af því tók ég bókin hennar sem hún hafði skrifað hormónajóga og ég tók hana og þýddi hana og gaf hana út hérna heima. Hormónajóga leið til að endurvekja hormónabúskap þinn og fæst í öllum bókaverslunum og bókasöfnum. Þegar ég fór í þessa bók, þá kem ég hérna með kafla, þar sem við erum að tala einkenni breytingaskeiðsins, og það stendur höfuðverkur og mígreni. Höfuðverkur getur myndast öðru megin í höfðinu. Og ég bara, what? Ég sagði, heyrðu, er þessi höfuðverkur sem ég er með, er þetta einkenni, getur þetta verið, þetta sé bara eitt af einkenni breytingaskeiðsins. Og ég voru að segja, hefði ég fengið, hefði læknirinn minn, sem hann mér ekki mjög vænt hefði hann sagt til mér að já, ok, þú ert á þessum aldri, þú ert komin að breytingaskeið líklegast, þannig að þetta gæti mögulega, svona samtækmyndir, tjekkum samt á þessu, en þetta gæti mögulega verið það, að þú ert komin að breytingaskeið. Kynntu þér alla leiðir sem eru í boði. Ein leið sem ég þekki til er hormónajóga, heildstætt, heildrænt kerfi sem að bara gerir þér gott, getur prófað það. Ef það dugar ekki til, prófaðu þá eitthvað annað, eða finnið bara það sem ykkur enda best. Ég ætla að kynna þetta fyrir ykkur. Ok, og ég ætla að byrja ég ætla að hætta að tala. Ég ætla að ráða með þessu bók og ég ætla aðeins að byrja, ég ætla að sýna ykkur nokkra æfingar. Þið ætla að gera það með mér. Í hormónajóga er þrennt sem skiptir öllu máli.
Og þetta þrennt þarf að fara saman. Það er í fyrsta lagi jógastöðunar, asanas. Í öðru lagi er það öndun, pranayama. Í þriðja lagi er það tíbetsk orkutækni sem er qigong. Þetta þrennt þarf að fara saman. Það er ekki nóg að gera bara jógastöðuna, þetta eru jógastöður sem þið þekkið. Það er engin geimdi sem þið þarf, þið þekkið þetta og getið þetta allar. Í pranayama, í öndunræðingunni, það er aðalega ein sem við notum í allar æfingar sem heitir bastrika. Og fyrir ykkur sem hafi verið í jóga, þá voru mjög lík Kapalabhati, en er það ekki, en mjög lík. Þriðja er síðan qigongin. Þetta allt þarf að fara saman. Ekkert af þessu virkar eitt og sér til að breyta hormónastarfsemi líkamans. Þetta þarf að fara saman. Ég ætla að byrja að kenna ykkur bastrikuna. Bastrikan er þannig, þess vegna er ég líka að láta ykkur að halda hendunum hérna á greinum. Bastrikan er þannig að þegar við öndum af, þá ætlum við að anda ofan í kviðinn og kviðurinn þenst út. Og þegar við öndum frá, þá ætlum við að draga naflann inn að hryggsúlunni. Hérna er eitt trix. Það er rosa gott að snýta sér áður að gera þetta. Vegna þess að við erum að anda mjög kraftulega við nefnu. Ég læt stelpurnar hjá mér alltaf byrja að snýta sér. Og þeim finnst þetta alltaf mjög fyndið í fyrsta tíma, byrja að snýta sér. En þið sjáu að það er mjög gott að gera það. Vegna þess að við erum að gera kröftuga öndun í gegnum nefið. Og það er eiginlega eins og við sem að snýta okkur án pappís, þannig að það er frekar leiðilegt ef eitthvað er að guðsast yfir okkur. Þannig að gott, en þið eru heima, þannig að það er ekkert mál, þið bara hafið þessu vilji. En málið er þetta, á innöndun fer maginn út og á útöndun fer maginn inn, vegna þess að við drögum naflann inn að hryggsúlunni. Svona er öndunin og við gerum hana bara 7 sinnum í einu. Vegna þess að við fáum svolítið svima. Þetta er rosalega kröftug og orkugefandi öndun. Sem minnum að segja ykkur það að hormónajóga er mjög orkugefandi. Þetta er mjög dýnamísk jóga, mjög orkugefandi og þess vegna gerum við það fyrir partags. Við gerum það helst á morgnana á fastandi maga. Rosalega gott að koma sér við svona rútínu á morgnana. Ég byrja alltaf á að nota tungusköfuna. Svo hreinsa ég á með nefið með svona netipott, opna gluggana og svo er ég bara good to go. Innan við 35 mínútur. Og ég er búin að gera það núna í nokkur ár. Og ég reyna að gera þetta alla virka daga, stundum verka líka og ég, þó það sé allt í lagi að gera þetta bara 2 sinnum í viku þegar við komum svona langt með þetta, þá finn ég bara rosalega munið ég gera þetta ekki. Ég veit bara að ég gera þetta, þá er ég bara upp á mitt besta. Það er bara þannig. Ok, en að öndurinni. 7 bastrikur. Þetta heitir bastrika og við tölum 7 bastrikur. En nú fyrir státa fætur. Tökum hérna þetta í burtu. Ég ætla að hafa mér til svo var. Við skulum byrja bara með mjamabreytt og millifóta. Ég ætla að gera með ykkur uppbytunaræfingarnar og þar sem ég er nú að kenna qigong líka. Og það er ástæða fyrir ég er að kenna qigong. Hún er svo að það geta því miður ekki allar konur gert hormónajóga. Hormónajóga er mjög dýnamísk, örvandi, orkugefandi og það geta því miður ekki allar konur gert það. Þær sem hafa verið með hormónatengt krabbamein til dæmis geta ekki gert hormónajóga. Þær sem eru með óútskýrða kviðverki, ekki heldur. Þær sem eru með mikla endometriósu, ekki heldur. Þess vegna, og það er notað qigong í hormónajóga, þess vegna lærði ég sérstaklega æfingaröð í qigong sem allar konur getur gert. Og hún hefur líka góð áhrif á hormónabúskapinn, góð fyrir konur á breytingaskeiði, þó hún sé ekki jafn kröftug að breyta þessu ástandi. En þegar ég byrja, þá finnst mér gott aðeins að jafnvægisstilla okkur hér. Hugsa það þannig. Byrja hér bara rólega. Þó þetta sé dýnamískt og kröftugt, við öndum að og öndum frá.
Bara svona til að koma okkur aðeins inn í orkuna og til að stilla okkur aðeins af hérna. Flott er. Svo ætlum við að anda að, hendurnar koma fyrir framan og svo leiðinni niður ætlum við að krækja fingrunum hérna saman. Þannig að hendurnar koma hérna, beinar niður. Nú ætlum við að gera fyrstu æfinguna í uppbytunaræfingunum og hún er bara þannig að við lyftum höndunum upp og við setjum hendurnar niður. Hendurnar upp og hendurnar niður. En hormónajóga er svolítið mikið multitasking. Við erum að gera fleiri en eitt einu. Þess vegna notum við til dæmis ekki tónlist af því að við erum með alla einbeitingu í æfingunum. Það sem við ætlum að gera hér er að við ætlum að gera bassstrik og æfingadag með þessu. Þannig að við ætlum að anda að og kviðrum fyrir út og svo ætlum við að anda frá og kviðrum fyrir inn. Þetta er svolítið mikið svona fyrir ykkur núna þegar við erum bara svona að kynna ykkur þetta, en þetta er pælingin og við gerum þetta í tempói. Bara 7 og þið finnir þið verður svona svolítið light-headed og maður verður það. Þetta eru rosalega orkumiklar æfingar og þess vegna þegar við byrjum á morgnana, þetta er fyrsta æfingin og þá bara kikkum við strax inn. Æfing nr. 2 er þannig að við erum með hendurnar uppi og svo förum við hérna út til hliðana. Við höldum neðri partinum alveg kjörum, förum bara hérna til hliðana með efri partin. Og sama hér, við gerum bassstrikkuna með. Og stoppum við henni. Þá er kannski fyrir suma. Og bara stoppið aðeins. Og svo prófum við hérna með. Ok, næsta æfing, þá setjum við hendurnar hérna aftur á naka. Nú koma þessar æfingar frá Brasilíu. Þannig að við ætlum að tengja smá sögu inn í þetta hér. Við ætlum að gera brasilíska sömbu og við ætlum að sjá fyrir okkur að við séum í Rio de Janeiro á karnevali og séum með svona stóra blómakörfu hérna á höfðinu. Og hún má alls ekki hreyfast. En við ætlum að dansa samba, en við ætlum ekkert að hreyfa höfuðið. Það sem við ætlum að gera er bara við ætlum að rétta öðrum fætinum og ýkja mjamarengun til hliðar. Bara rétta og þá fer mjöðminn hérna til hliðar, sjáum við. Bara við að réttu fætinum, fer mjöðminn til hliðar og við getum ýkt hreyfinguna aðeins. En ok, við ætlum að gera meira þetta. Við ætlum að gera bassstrikkuna með og í tempói. Og svo hinum megin, gerum alltaf báðum megin. Flott er. Nú ætlum ég að bæta hérna inn einni æfingu sem er ekki hormónajógun en er í Qigong. Einstaklega falleg og góð æfing fyrir okkur konur. Það sem við ætlum að gera hér, við ætlum að sjá fyrir okkur klukkur. 12 og 6 og 12. Sjáum fyrir okkur klukkur. Og við ætlum að setja mjánirnar fram á klukkan 2. Þannig ef ég er að fara sömu leið þið, þannig ég fara svona. Setjum mjánirna á 2 og 4. Nei, nú ruglast ég þarf að fara hinum megin líka. Þannig að þið hugsið bara ykkar klukku. 2, 4, 10, 8. Sjáum við erum að teikna 8 eða infinity merki með mjönunum. Gott að nota klukkuna 2, 4, 10, 8. Sjáum við. Við erum að teikna hérna merkið, stafinn 8 eða infinity merki. Bara mjúka mjanir og gott að nota klukkuna sem vegvísir. Og svo stoppum við miðunni og nú ætlum við að fara á 4, 2, 8, 10. 4, 2, 8, 10. Gerum hérna infinity merki. Bara mjúkt og gott.
Flott, svo stoppum við í miðjunni og nú ætlum við bara að fara inn að litla hringi, fram og aftur. Eins og ég segi, þetta er ekki hormónajógaröðinni, þetta er viðbót frá mér úr Qigong. Góðar æfingar, gott að gera meðan við bíðum eftir kaffibollanum í vélinni. Kannski ekki mikið í rauðinni bónus, hinnar áttina, en það er ekkert sem bannar. Nota hvert tækifæri til að gera góða æfingar. Flott er, nú ætlum við að fara aftur yfir í hormónajógaæfingarnar. Nú ætlum við að gera æfingu þar sem við ætlum að nota múdru með höndunum. Við nota handstöðu, múdra heitir það í jóga og við ætlum að gera múdru sem heitir Venus múdra. Þá ætlum við að setja vísifingur saman og við ætlum að spenna greipar með hinni fingrunum, vísifingur saman og þumlarnir krossa hérna yfir. Hérna erum við að koma jafnvægi hérna á tungl og sólarorkuna með því að nota þessa múdru. Við ætlum að setja hægri fótinn fram í miðjuna og við ætlum að krossa vinstri fæturinn hérna yfir. Krossa vinstri yfir. Og þú setja hendurna hérna beinar fram. Svo ætlum við að fara hérna upp og sjá hvort við getum aðeins hallað okkur aftur. Þær sem eru tæpar í baki gera það ekki. Finnið þið bara hversu langt þið getið farið. Hérna ætlum við síðan að fara með beint bak og hérna fram. Þær sem eru tæpar í baki, þær eru hér og þær rúla síðan hérna niður. Hinar fara. Halla sér aðeins aftur og koma svo fram með beint bak og við ætlum að halla okkur hérna fram. Bara slaka hérna niður. Slaka á öxlunum, slaka á höfðinu. Og hérna er gott að segja já og nei með höfðinu. Slaka alveg á höfðinu. Ef þið náið með vísifingur niður í gólf, þá grípið þið hérna með olnbogana. Það sem við ætlum að gera hér er við ætlum að gera sjöfastökur eða hreyfingin er svo við ætlum að fara örlítið upp cirka 10 cm og ýta okkur síðan niður. Við ætlum að gera sjöfastökur á meðan og við ætlum í hverri öndun að reyna að fara aðeins lengra niður. Prófum þetta saman, sjöfastökur, öndum að til fyrir upp og frá til fyrir niður. Og hérna niðri komum við okkur aftur í Venus múdra, komum upp með beint bak. Og skiptum við fót. Nú fyrir vinstri hliðina, hægri yfir. Og þið finnið ykkar leið, hvort þið ætlið að fara alveg, halla þess aftur, eða fara beint niður, finnið ykkar leið. Börum niður. Grípum í olnbogana. Sjöfastökur upp á innöndu og niður á útöndu. Venus múdra og komum upp með beint bak. Fætur í sundur og svo komum við hendur rólega niður. Glæsilegt. Nú ætlum við að leggjast í gólfið. Þess að sjá þú sem ekki skvattu allir niður síðan. Leggjast við í gólfið. Byrjum á að koma okkur vel fyrir þið setja kodda undir höfuðið eða þið þurfið. Þetta vel verið þurfið kodda. Og við ætlum að fara með, taka fætna hérna upp, setja hendur inn á milli og við ætlum að grípa með vísifingri hérna á milli stóru tár og næstu tár. Við ætlum að faðma hérna tæta hérna. Og við ætlum að halda hérna, við að gera okkur eins gleiðar við getum. Svo ætlum við að rúla hérna yfir aðra hvora hliðina, láta hérna koma niður, gefa okkur gleiða hér og svo ætlum við að reyna að rétta úr neðri fætinu. Bara rétta eins mikið og við getum. Svo núna ætlum við að rúla okkur hérna upp. Það er svolítið flókið fyrst, þannig að ekki örvænta þó þið getið ekki rúla. Nefið niður og við réttum. Rúlum upp, öndum að, öndum frá og tegjum og teljum hérna. 1, 2, 3, öndum að og frá. 1, 2, 3, öndum að og frá. 1, 2, 3 og einu sinni enn og rúlið kemur með tímanum. 1, 2, 3. Svo ætlum við að rúla yfir á aðra hvora hliðina og koma upp í sitjandi stöðu. Flottir, nú ætlum við að sitja. Það komum við þessu. Aðeins að sjá hvað líður tíma hérna. Ok, þetta er flott.
Nú ætlum við að taka hárskauti úr árunum. Ég var með stutt hár þegar ég byrjaði að gera þetta og mér fannst svo leiðilegt að geta ekki tekið hárskauti úr, þannig að ég er búin að vera safnað síðan þá. Þannig að nú get ég tekið hárskauti úr. Við ætlum að setja snöggvast aðferð. Við ætlum að gera mútur með höndunum sem heitir union-mútur, sameiningar-mútur. Við ætlum að krækja fingrunum hérna saman og hendurnar eru hérna fyrir framan brjóstið. Olnbogarnir út til hérna. Það sem við ætlum að gera hér er að við ætlum að vinda hérna upp á okkur. Við ætlum að horfa hérna aftur fyrir og sama ætlum að gera hérna hinni. Við ætlum að horfa hérna á olnbogann. Þegar við förum hérna aftur. Förum hérna til skiptis eins og klukkur, ding, 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 ding. En við ætlum að gera basstrikuna á sama tíma og við ætlum að sveifla hárinu. Þetta er gott fyrir hárið, hárspörðin. Heilrændi okkar hvað sem allt í einu. 7 basstrikur. 7. Eitt sem ég gleymdi að nefna við ykkur að þegar við erum að gera þetta, þá skulum við reyna að hafa augun hálflokuð og fylgjast bara með olnboganum. Vegna þess að ef við erum að reyna að nema allt á leiðinni, þá fáum við svima. Horfum bara á olnbogana og við sveiflum hér. Svo gerum við hinn veginn, byrjum hinn veginn. Sjö. Ok, ein æfing eftir. Nú ætlum við að grípa annarkvort hérna inn hér eða hérna framan í. Þið finnir bara hvort ykkur við spilum. Það er gott að vera með beinar hendur, þannig ef þið getur verið með beinar hendur hér, þá er það fínt. Þeir finnir bara hvernig ykkur finnst best að vera. Gott að vera með beinar hendur. Það sem við ætlum að gera er að horfa bara fram, horfa eitt punkt og við ætlum að þenja brjóstið fram. Við ætlum að fetta okkur, við ætlum að gera katká í sitjandi stöðu. Við ætlum að gera grip á baki og þenja brjóstið fram. Gripu og fettu. Gripu og fettu. Ekki það reyna höfuðið. En við ætlum að gera basstrikuna með. Það sem við erum að gera í uppbytunaræfingunum og ástæðan fyrir að við erum að nota basstrikuna er að við erum að byrja að fýra upp í systeminu áður við förum inn í hormónjógaæfingunum. Svo gerum við líka hinn veginn og öndum við að þegar við förum aftur og frá þegar við förum fram. Svo er gott líka hérna einu sinni að anda, langan andardrátt, halda niður í sér andanum og hreyfa hrygginn hérna fram og tilbaka og meðan við höldum niður okkur andan. Prófum þetta saman, eittur og höldum. Flott. Ok, uppbytunaræfingarnar, þetta er bara 6 æfingar, allt prógramm tekur innan með 35 minútur. Það tekur enga stund til við erum að gera þetta. Síðan er það hormónjógaæfingarnar og ég hérna ætla aðeins bara að sýna ykkur gefa ykkur örlitla innsýn í þær. Eins og ég sagði áðan þá er þetta hefðbundnar jógastöður sem þið þekkið, engin geimvísindi þar. Fyrsta staðan er til dæmis Anusasana, önnur staðan er Matsyendrasana, svo kemur Mahasana. Við endum á hérna Viparita, þannig að þið sem þekki jóga, þið þekki þessi nöfn, þið sem hafið aldrei verið í jóga, þá hafið þið, þetta er svona, þegar þið heyrið orðið jóga, þá vitið þið sem sagt, þetta er bara hefðbundið jóga, hefðbundið jógastöður. Við hins vegar notum það öðruvísi. Það sem við gerum eins og dæmis hér er að við leggjum þetta ofan á fótinn. Það sem við erum að gera er að ég er að klemma hérna hægri eggjastokk. Þessi elsku litlu eggjastokkar sem við á breytingaskeiðinu hugsum aldrei um. Nú ætlum við bara að hugsa þá hérna, senda þeim hlýjar hugsanir. Við klemmum eggjastokkin, það er planið okkur. Ég grípi fótinn og ég teygi mig hérna fram eins langt og ég get. Ég er að klemma hérna hægri eggjastokkin og ég geri 7 basstrikkur, þannig að ég dreg
fótinn að á innöndun og ég dreg fótinn fram á útöndun, þannig að hann dregur mig fram og klemmir meira eggjastokkin. 7 bakstökur. Ég enda frammi og hér geri ég þetta margumtalaða sem geimvísindin í þessu orkuflæði. Það gerist í einum andardrætti. Þar beitum við fyrir okkur Qigong. Þar snýst allt það að orkan fer þangað sem athyglin fer. Munið þið þetta þrennt saman. Staðan, basstrekan, Qigong, orkuflæði. Ok. Nú ætla ég að byrja ykkur að setjast aftur. Setjast aftur, kom ykkur vel fyrir. Þessu góð. Sjáu þið, það fallegt þetta hjá mér. Fallegt að væna glugga hérna út á sundin. Ok, setjumst, kom okkur vel fyrir. Sko. Eins og ég sagði, þá hormónayoga dýnamist, orkugefandi og tekur innan við 35 mínútur að gera. Best að gera fyrir dags, helst á morgnana og fyrir fullar orku allan daginn. Ef að þið gerir hormónayoga eftir kvöldmat, eins og við erum að gera núna, þess vegna erum við ekki að gera mikið að því, við erum bara svona aðeins að fara innsýn, þá gætu þetta erfna svo, vegna þess að þetta er svo mikil orka í þessu. Þess vegna rosalega mikilvægt og bara mikilvægt fyrir okkur yfir höfuð að slaka þess á. Við þurfum að kunna streitulosandi æfingar til að geta slakað þess á. Margar vita hvernig þær geta slakað á og frábært, en oft tekst okkur það ekki. Hausinn alveg spinningar og við þurfum að læra æfingar til að slaka á. Og í hormónayoga gerum við það. Við gerum æfingar á kvöldin, ekkert sem þarf að gera en einhver ákveðin æfing eða einhver æfingaröð, ekki neitt. Það er gott að vita að það eru til æfingar sem við gerum á kvöldin til að slaka á. Og ég ætla að gera með ykkur 2 æfingar. Sú fyrri einbeitingaræfing, þar sem við erum að kyrja með. Þetta er ekki flókið. Við erum að kyrja með og við erum að einbeita okkur á sama tíma og róum þannig hugann. Kom ykkur vel fyrir í sittast stöðu, þannig ykkur líður vel. Við ætlum að gera mútur með höndunum, ég sagði ykkur áðan, það er ákveðin handstað sem við gerum með höndum. Áðan gerum við Venus-mútra hérna og gerum Union-mútra. Nú ætlum við að gera Janani-mútra heitir hún og hún lokuð sem þýðir að við ætlum að hún svona eins og óa hérna. Við ætlum að láta vísifingurinn á nögluna í sigri, nema hérna við rótina á þumlinn. Svona. Og við ætlum að hvíla handabökin á lærum. Það sem við ætlum að gera er sem við ætlum að lyfta vinstri hendin hérna upp í 45 gráður. Cirka, þátt. Við ætlum að lyfta hendin. Við ætlum að kyrja möntru. Hún er ekki flókin. Hún heitir SO og HAM. S-O og H-A-M. SO, HAM. SO, HAM. Þetta er mantra. Það sem við ætlum að gera er að þegar við kyrjum SO, þá ætlum við að halda hendinni uppi og alveg kjurri. SO, og svo þegar við segjum HAM, þá ætlum við að færa hendurnar rólega niður, það skiptum hlutverk og lengdin fylgir svolítið hljómnum. Nú erum við komin með hægri hendinu upp, prófum þetta saman. SO, HAM munið og SO er hendin kjur, á HAM færast hendurnar upp og niður. Og endum að, byrjum. SO, So, HAM.
finnum fyrir áhrifunum frá æfingum. Og svo. Þetta er ein æfing, mjög einföld, en þið finnið strax að hún kyrrir hugann. Það er akkurat það sem við þurfum. Þegar við náum ekki að sofna, þá er það hausinn sem er alveg spenningal. Þá notum við svona æfingar. Við notum hormónajógaæfingar á morgnana, svona æfingar á kvöldin til að róa okkur niður. Og við kennum ykkur einn æfingu, við skulum fara af þessu hérna. Þessi æfing heitir buddísk hugarró. Hún er mjög svona barnaleg. Það er gaman að gera hana með börnum, en hún virkar rosalega vel. Við ætlum að vera hérna sitja hérna á hælunum. Og þið munið að þið getið bætt undir ykkur til að það sé ekki óþægilegt. Þið getið líka setið á stól. Ef þið getið ekki treystið ykkur ekki til að sitja á hælunum, þá getið þið setið á stól. Það sem við ætlum að gera er að spenna greipar hérna fram og bak og rétta hérna úr höndunum, ekki þegar að tegja hérna upp, bara hérna rétt fyrir aftan. Setjum herðablöðin hérna saman. Við ætlum bara að halda hér, í þessari stöðu hér. Bara halda hér, bakið alveg beint. Það sem við ætlum að gera er að við ætlum að beygja okkur fram. Setja bara ennið eins og nálega gólfið og það kemst. Svo réttum úr okkur. Þetta er alltaf sönd. Við ætlum bara að beygja hérna fram. Svo réttum úr okkur. En það sem við ætlum að gera á sama tíma er að við ætlum að telja upp á 10. Við ætlum að telja upp á 10 og beygja okkur fram. Og síðan ætlum við að setja alveg kjurar svona og telja upp á 10 án þess að beygja. Prófum þetta saman. Byrjum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nú alveg kjurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og svo byrjum við aftur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og svo kjurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einu sinni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
6, 7, 8, 9, 10. Losum hendurnar. Setjum handarbökin á læri og drægjum niður. Finnum áhrifin frá æfingu. Sjáum hvort að hugurinn ekki aðeins rólegri en áður. Þessum nótum, þessum rólegu nótum, ætla ég að kveðja ykkur og ég hvet ykkur til að fara í savasana, leggjast í savasana. Leggjast niður í lífstöðina, fá okkur teppi. Teppi, kodda, augfílu, eitthvað til að setja í hnésbæturnar, komið ykkur rosalega vel fyrir og bara slakið á. Finnið áhrifin frá æfingunum sem við vorum að gera, njótið þeirra til að fara inn í slökun þó að segja bara í nokkra mínútur. Þessi staða hér mikilvægasta jógastaðan af allir jógastöðum. Þannig ég hvet ykkur til þess að koma svo varlega upp úr henni, en áður en ég hætti, þá langaði mig til að sýna ykkur eina æfingu í Qigong sem rosalega góð fyrir þær sem eru með hitakóf. Þeir eru búin að gera Hatha-yoga í smástund, þá fara þau að minnka og hverfa. En fyrir ykkur sem eru að berjast við hitakóf, langar mig að kenna ykkur eina æfingu í Qigong sem rosalega gott að gera bara úti. Þeir eru út að ganga, hugsa þá þessa æfingu. Í Qigong erum við að vinna með orkuna, allt í kringum okkur, orku jarðar, orku himins. Í þessari æfingu ætlum við að standa bara með armbreidd á milli fóta, hendurnar hérna fyrir framan kviðinn. Í Qigong þetta orkusvæði líkamans og við ætlum bara að opna hendurnar hérna út til hliðanna, sjáum við. Hérna ætlum við að sjá fyrir okkur að orka frá jörðinni streymi hérna upp í lófana. Sjáum þetta fyrir okkur. Við ætlum að taka þetta hérna við beittum það hérna við viljum. Svo ætlum við að fara hérna upp og við ætlum að sækja hérna orku frá himninum og við ætlum að sé hérna fyrir okkur að við séum að sækja í okkur ískalda orku næturhiminsins. Við tökum hann hérna yfir okkur, ískalda orkuna. Þrýstum henni hérna niður, alveg niður í kóður. Prófum eins og enn, höndum að og frá, höndum að. Sjáum þetta fyrir okkur, við séum að draga yfir okkur ískalt loftið. Næturhiminninn, stjörnubjartan næturhiminninn kælir okkur niður. Og þegar við erum okkur í hitakóf í verstu aðstæðum, prófum þá bara að hugsa þetta. Við séum að draga niður ískalda næturhiminninn yfir okkur. Þessum nótum ætla ég að enda. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna og samveruna og ég segi góða.